Hæ, þegar ég hef lítinn tíma til að æfa, þá reyni ég að nýta þann tíma sem ég hef sem best með því að taka sem best á því. Mér finnst það ótrúlega gott að blanda þol- og styrktaræfingum saman og ég ætla að gefa þér 3 hugmyndir í dag hvernig þú getur blandað þol- og styrktaræfingu saman á árangursríkan hátt. En þessi lota reynir ekstra vel á neðri hluta líkamans og keyrir púlsinn svolítið vel upp. Þú byrjar á því að taka 20 hnébeyggjur þar sem þú fer niður og lyftir hné upp til skiptis. Tekur hérna 20 sinnum rassinn vel aftur, bakið beint, kviðið á spöntir. Þegar þú ert búin að því, þá reynir ég að fara beint í 20 hnébeygjuhopp. Passa að gefa vel eftir í hnjánum, lenda mjúklega. Þegar ég er búin að því, þá bústa ég aðeins. Geri þetta svo 2 í viðbót áður en ég fer í næstu lotu. Ég ætla að fara beint í næstu æfingu og sýna þér. Útskif hnébeygja. Fætur vel í sundur, hælar inn, tærnar út. Við förum niður og svo ætla ég að krossa fótinn aftur fyrir hinn. Þannig þið fer djúpt niður, rétt úr mér og þá tylli ég fæti aftur fyrir hinn. Þegar ég er búin hér 20, að þá ætla ég að taka 20, reyna að snerta gólf og hoppa með fætur saman. Hérna keyrist púlsinn vel upp líka. Hvílir aðeins 2 í viðbót, þannig að þetta eru 3 umferðir þessi æfing. Síðasta lotan, ég er alveg móð, að þá ætlum við að stíga, taka afturstig, lyfta hné, klára fyrst annan fótinn, 20 sinnum. Þegar ég er búin að því, þá ætlum ég að taka 9 framstigshopp. Þá er ég komin niður á hinn fótinn, lyfta hné og aftur. Hendur bara með þess að þið finnst best og tekur svo aftur 9 framstigshopp, hvílir og reynir að taka 2 í viðbót. Það tekur kannski nema svona 10-12 mínútur eitthvað svoleiðis, en reynir ótrúlega vel á. Prófaði þetta.